Jesús sagði, leiti og þér muni finna, kníið á og fyrir yður mun upploki verða. Og spurningin sem við þurfum að spyrja okkur, hvers ert að leita? Hvers erum við að leita? Ef þú ert að leita vandræðum, þá muntu finna þig. Ef þú ert að leita áföllum, þá muntu finna þig. Ef þú ert að leita veikindum, þá muntu finna þig. Ef þú ert að leita ágreiningi og rifrildi og ófrið, þá muntu finna það. En ef þú ert að leita að von, þá muntu finna hana. Ef þú ert að leita lækningu, þá muntu finna hana. Ef þú ert að leita að aðstoð, þá muntu finna hana. Ef þú ert að leita gleði og fögnuð, þá muntu finna það. Þetta er svo magna vers og dýptin í þessu biblíuversi er rosaleg. Við þurfum að setjast niður með Guði og skoða hjarta okkar og spyrja okkur, hvers leita ég? Að hverju er ég að leita? Hvað er ég að fókusa á allan daginn, allan daga? Er ég að fókusa á myrkrið eða er ég að fókusa á ljósið? Er ég að fókusa á allt það slæma sem gæti gerst? Ertu að leita í öllu slæma sem gæti gerst? Það er það sem þú munt finna. Er ég að fókusa á öll slysin sem að ég gæti lent í eða mínir nánustu? Ef þú ert að fókusa á það, ef þú ert að leita því, þá muntu finna það. Og þetta er svo ofboðslega sterkur boðskapur og kennsla hugafar og ásetning í hjarta okkar og hvar við veljum að setja fókusinn á, af því að við erum ekki að upplifa lífið eins og við erum að upplifa lífið eins og við fókusum á það. Og okkur líður eins og við erum að hugsa dagsdaglega. Hugsanir okkar eru orkakraftur sem að móta líðan okkar og ekki bara líðan okkar, heldur líka heilsu og orku og líf. Það kemur í okkar hlut að varðveita hjarta okkar með því að hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krists. Og það þýðir að við höfum vald yfir okkar eigin hugsunum, við höfum vald yfir fókusnum okkar og við höfum vald yfir því hvers við leitum. En ef við erum ekki að skoða þetta og meðvita þetta, þá erum við bara kannski að leita eitthvað sem við viljum alls ekki fá. Leita myrkursins og leita áfalla og erfiðleika og þrenginga og veikinda. Í staðans að leita heilbrigðis, vonar, blessunar og gleði og fagnaðar. Þannig að þetta er svona áskorun inn í daginn í dag að skoða í hjartaneðinu með Guði og spyrja hvers er ég búin að vera að leita? Og Guð mun opinbera fyrir þér mikinn sannleika og það talaði með að Jeremías 17. kafla að hver fær skilið hjarta, það er svikult. Og svo segir í orðskuðum að við erum að varðveita hjarta umfram öllu öðru því að það eru uppsprettur lífsins. Og það er einmitt þetta, við vitum ekkert hvað er í hjartan okkar fyrir við förum að skoða með Guði. Guð einn veit hvað býr í hjartan okkar en samt er sjálft lífið okkar að koma úr hjartanu. Og þegar við erum algjörlega ómeðvituð hvað er í hjarta okkar og við erum ekki að rannsaka að skoða með Guði eða varðveita, að þá er bara að koma eitthvað bull út í hjartan okkar sem við viljum síðan alls ekkert fá og lífið okkar markast af því. Þannig að ég vil bjóða þér að færa þig nær Guði í dag og fara í hugleiðslu og bæn og rannsaka hjartaðið með Guði og skoða hvers ert að leita. Spurðu þig sjálfa þig, spurðu hjartaðið, spurðu Guð. Hvers er ég að leita og þá máttu sjá, vá, allt sem er í lífinu þínu er það sem þú hefur verið að leita í hjartaðinu. Og þú getur breytt í. Og ef þú vilt fá meiri hjálp og meiri aðstoð við þetta, þá mæli ég með að hlusta á hugleiðslubænir Frelsiskirkjunnar. Þær eru á Spotify og YouTube, og ef þú ferð á YouTube eða Spotify og skrifa Frelsiskirkjan, að þá myndu finna stórkostlega lífsbreytandi hugleiðslubænir og vefþætti sem að hjálpa þér að færa þig nær Guði, sem að hjálpa þér að hreinsa allt myrkur út úr hjartaneðinu og hjálpa þér að endurnýja hugafarið þitt. Amen, gangið vel.